Steinunn, Ásta og Kristófer og við ætlum að kynna örverur á heimskautasvæðinu. Við vitum öll að það er mjög kalt á heimskautasvæðinu, en hvernig lifa þessar verur af? Meðalhiti á heimskautasvæðinu er -40 gráður til 0 gráður, þannig að flestar lífverur sem lifa þar eru jaðarlífverur. Jaðarlífverur eru þær lífverur sem lifa við mjög öfgafullar aðstæður eins og kuldann sem finnst á heimskautasvæðinu. Flestar þessar lífvera eru örverur og því ætlum við mest að fjalla um þær. Og fram niður í aðeins sérhæfðari viðfangsefni sem að fjalla örverur á heimskautasvæðinu. Í víðáttu miklu og vindblásnu yfirborði heimskauta, plánetunnar okkar, er líf ekki aðeins til staðar heldur er það margs konar. Bakteríur, firnur, sveppir, þörungar og vírusar. Talið er að hafís geti haldið allt að 1 milljón lifandi örvera. Bakteríur eru harðgerðar litlar verur, en hafa samt sín mörk. Áður fyrr var talið að hefði verið kuldi, snjór og ís, en í rannsókn sem gerð var árið 2017 af Háskólanum í York hefur hann afsannað það. Í henni var fylgst með bakteríum sem lifa á bæði norður- og suðurskautssvæðinu. Þessi uppgötvun hefur áhrif á skilning okkar á loftslagi fyrir mannfólk og líka hvað líf getur mögulega verið annars staðar í heiminum. Viðvera þeirra gæti haft áhrif á kolefnismagn sem fundin er í kjarna íssins sem gæti haft áhrif á skilning okkar á loftslaginu á jörðinni fyrir okkar tíma. Ef þetta er rétt, þýðir það að manneskjur hafi í raun haft meiri áhrif á breytingu loftslags en við höfum haldið hingað til sem er slæmur hlutur. Það góða við þessa uppgötvun er að það er bakteríur sem geta lifað svona erfiðar aðstæður af er möguleiki að það gæti verið líf á plánetum sem við höfum áður fyrr talið að væru kaldar. Dýrin 2, sem voru kölluð Sleeping Beauty 1 og Sleeping Beauty 2, eða SP1 og SP2, voru sett í 6 mismunandi petridiska svo hægt var að fylgjast með þeim og gefa næringu. Það fannst egg þegar leið á tilraunina. Eggið var seinna fært yfir í aðra petriskál og var það kallað SP3. Skiptar hráefni vikulega. Fleiri egg fundust seinna í tilrauninni og náðu öll að klekjast. En það var ekki bara bessadýr sem lifa í krækjánutholum. Þau búa ásamt öðrum jafnspennandi lífverum. Sólargeislar ná oftast ekki til botns og geta þessar verur ekki heldur ljóstillífar. Þá þurfa þær að nýta orkuna sem myndast við efnahvörfum til að framleiða lífræn efni. Sem sagt þá þurfa þessar lífverur að vera alveg sjálfstæðar og sjálfsbjarga. Þessi dýr eru mjög mikilvæg fyrir rannsóknir í stjörnulíffræði vegna aðstæður sem búa er við og hjálpa okkur að rannsaka mögulegt líf á öðrum heimum. En vegna loftslagsbreytinga eru jöklarnir að bráðna sem gerir erfitt fyrir krækjánutholur að lifa af og lífsormin sem lifa þar verða sífellt sjaldgæfari, en sumir segja að holur geti fjölgað sér því meira vatn sem er og en er svarið því enn eftir að svara. Hvað eru krækjánutholur og hvaða tegundir örvera búa þar? Það eru holur á yfirborði jökulíssins og er það eitt af stöðunum þar sem líf vex á heimskautasvæðinu, þótt að vötnin í kringum séu með fjölbreytt vistkerfi. Þegar horft er í þessar holur sést eitthvað dökkt á botninum. Það kallast krækjánut. Krækjánut er eðja aðallega úr ryki, grjóti, þörungum og bakteríum og sést á þessari mynd tegundir af krækjánut og ástæðan fyrir þær eru mismunandi er að þær finnast ekki bara á norðurslóðum, heldur einnig í Kanada, Himalajafjöllum og fleiri stöðum sem sést á þessa mynd. Þessar holur myndast vegna þess að eðjan gleypir í sólargeisla og því bráðnar ísinn í kring og myndar holur. Það vissi þó enginn af þessum holum fyrr en fyrir 1,5 öld eða árið 1870. Þessar lífverur sem hafa hæfni til að laga sig að og þróast í þessu kalda umhverfi gera því góða kandídata fyrir rannsóknir á lífverur utan jarðar. Árið 2016 tókst hópi japanskra vísindamanna að endurlífga 2 örverur sem hefðu verið að dvala í 30 ár í ísnum á Suðurlandssvæðinu. Þessar örverur sem voru rannsóknar voru Architeuthis antarcticus, sem eru tegund af bessadýrum. Bessadýr eru frumdýr með 8 fætur og hver og einn fótur með 4 til 8 klær. Þau líta aðeins út eins og spendýr með fjallaða feld. Ástæðan fyrir þessi bessadýr eru svo vinsæl er að þú getur sjóðar, frystar, sveltar, hvað sem er og það mun líklegast ekki drepa þau. Samkvæmt japönsku vísindamönnum hafa bessadýr lifað af í ísnum í gegnum ferli sem kallast kryptobiosis. Í því ferli losna bessadýrin allt vatn í líkama og rúlla sig upp í kúlu. Vatninu er einnig stundum skipt út fyrir eins konar frostlögum.
Það sem er mikilvægt í ferlinu er að losna sig við allt vatn svo að það endar frumuskemmdir vegna frosts. Annað áhuga sem gerðist eftir að bessadýrin voru endurlífguð var að einn af þeim gat fjölgað sér. Örveruflóra sjáva er mjög mismunandi eftir svæðum en örverur kjósa heimili sitt aðalega út frá hitastigi og seltu. Dæmi örveru sem kýs heitan og saltríkan sjó er bakterían Vibrio vulnificus en hún er því algengust sumarið í mexíkóska flóanum þegar sjórinn er sem heitastur. Þessi baktería hefur þó einnig fundist í Atlantshafinu við Vestur-Evrópu og allt á norðurpólnum en hvernig getur það verið? Sjávarstraumar mynda stórt og flókið kerfi stanslausa hreyfingu sjávarvatns alla jörðina en aðalþættirnir í myndun þeirra er þyngdarafl tunglsins, hitastig og selta. Og þessi þættir skipta strauminum í tvo flokka sem eru grunnvatn sem er kalt og þungt vatn sem færist í sjávarbotninn og svo er það yfirborðsvatn sem er heitt og létt og færist í yfir grunnvatninu og þetta sem eilífshringrás. Þekktasti sjávarstraumurinn hér á Íslandi er Golfstraumurinn fyrir að bera heitt yfirborðsvatn til okkar og þannig líka heita veðrið en hann á upptök sín við Mexíkóflóann þar sem Vibrio vulnificus er algengust. Hann ber sjávarvatn frá Mexíkóflóanum á milli Flórída og Kúbu til Atlantshafsins upp eftir Norður-Ameríku þangað til hann flyst svo yfir Atlantshafið að Vestur-Evrópu. En þar sundrast hann niður í minni strauma sem ferðast með frá Noregi og Grænlandssundi upp að norðurpólnum. Og í sjávarvatninu sem þessar sjávarstraumar er að bera er hægt að finna alls kyns örverur sem eru meðal annars að fela sig í rekaviði, rusli eða þó bara í næringarefnunum sem finnst í þessu sjávarvatni eins og fyrrnefnda Vibrio vulnificus. Og þetta ferli er mjög áhugavert af því að núna þarf þessi hitakæra baktería að læra að lifa við harkalegu aðstæður norðurpólsins eða að deyja.